ég var að koma úr sturtu og já, eins og þið sjáðu þá græddi ég 2 bólur í nótt. Smá tóner, hann er eiginlega búinn þannig að ég kýr þetta bara svona. En ég ætla að setja með krem, auðvitað, CeraVe. En ég er búinn að vera í allan morgun að vinna bara hérna heima. Ég er svona að reyna að passa að sýna ykkur ekki of mikið frá íbúðina því að ég var örugglega ekki búin að posta svona framkvæmdamyndbandinu. Þannig að núna er ég allt að vera tilbúið. En já, ég ætla bara að taka ykkur með inn í þessa helgi. Afmælishelgin, ég afmæli á morgun, 23 ára. Það er kannski tilvalið að setja þessi brúnkukrem fyrir afmælisdaginn. Svo góð lykt af þessu. Sjá? Nei. Svo set ég alltaf á mig serum til að fá lengri augnhár og það tekur alveg mánuð að virka og það er svona að fara að koma að því að þessi kom mánuður sinni byrja að nota þetta, þannig að ég er ógeðslega spennt. Ég hef notað þessa vöru, 2 sinnum áður, geggjuð bara. Það var einhver að koma með þessa vöru til Íslands sem keypti í Svíþjóð. Þetta heitir X-Lash og þetta er bara svona serum sem þú lætur á augnhárin. En í dag þá er ég að fara að gera eitthvað skemmtilegt. Ég er að fara með Bósa í jólaklippingu. Ykkur að ég var að fara með Bósa í klippingu og já, ég veit ákveðs ekki hvort ég segi þetta. Ég hef búin að vera í hláturskasti í svona, nei, bara þegar ég hugsa þetta þá fer ég bara, þú veist, þá bara pissaði einstu á mig. Mér finnst þetta svo fyndið. Herri, nú er ég búin að tæpa þetta allt og mikið áður en ég segi ykkur þetta. En ég sem sagt, ætla að sýna ykkur bara þessi skilaboð, anskotin. Ég sem sagt panta klippingu fyrir Bósa og hún hérna, konan svarar mér og segir bara hann sé að fara í bað og blástur og klóaklippingu og hann fær krúttlega jólaslaufu á ólegan sína eftir á. Og ég ætla náttúrulega bara að segja, ég fær með jólaslaufu, skilur, þú veist bara, vá hvað sagði. Nei. En autokorrekt skrifar jólaskaufa. Ég var ekki að fara að senda á þessa konu að Bósi sé að fara að fá jólaskaufa. Ætlaði að skrifa jólaskaufu. Ups. Ég fór svona kasti yfir þessu, ég skil ekki. Þetta er bara eitthvað sem gerist fyrir mig og bara, ég fatt ekki okkur þetta kemur upp í autokorrekt hjá mér. Það er ekki eins og ég sé alltaf að skrifa skaufi. Ég nota ekki þetta orð. En sem betur fyrir var þessi konu með húmor og já, ég þarf að fara að hitta hann eftir. Við hlægjum af þessu. Ég bara verð, bara svona af því að hann er hérna. Oh my god. Lili babies, ertu það? Sjáu þið hvað þetta er fallegur bílstóll. Ég trú ekki að ég sé að fara heim með barnið mitt í þessu. En sjáu þið. Hún er bara að fara að vera þarna. En þessi bílstóll er svo fallegur, ég þarf að sýna ykkur betur frá þessu. Við hefum eftir að setja þetta allt saman upp. En þetta er þessi partur af vídeónu er í samstarfi með Nine Kids. Og ég fekk að velja mér bílstól frá þeim. Og þessi varð svo sannarlega fyrir valinu. Hversu klikkað að vera bara með bílstólinn hérna, þú veist, við erum bara með hann hérna núna í andirinu bara því að þú veist, það gæti gerst anytime. Ég er samt ekki búin að pakka í spítaltöskuna. Það verður efni í annan myndband. Við erum komið með vagninn, já, bílstólinn, eigum eftir að setja það saman. Þannig að það verður gaman að gera það saman. Á morgun kannski. Vá, hvað það verður raunverulegt þegar það er komið saman og bara það er komið vagn í forstofuna. Dú. Ætlar að vera í klippingu? Jæja, nú fyrir við inn, setjum á okkur grími fyrst. Ég var í fyrstu klippinguna hérna, Bósi. Við nefnilega, með gamla hundin okkar, þá var það rosa mikið vesen að fara með hann í klippingu. Það þurfti bara að liggja við að svæfa hann til að hann myndi leyfa að láta klippa sig. Það var bara svo ógeðslega stressaður. En ég efast að Bósi hann er rólegur núna allavega. Það var smá erfitt að skilja Bósa eftir. Hann skalf alveg, hann var skítræddur og það voru fleiri hundar hann inni. Og hún bara yndist þessi kona, hún sagðist alltaf bara leyfa honum að kynnast svona aðeins umhverfinu og gera bara það sem hann getur. Þú veist, fyrsta heimsókn, það er yfirleitt ekki verið bara eitthvað að taka hann alveg í gegn af því að, þá getur hann bara orðið hræddari þá næst þegar hann mætir. Þannig að fínt að hann venjist á kannski aðeins umhverfinu. En já, ég kom inn fyrir utan heimi á Ástu og Gunna og ætla að kíkja eins á hana Ástu. Svo sæki ég Bósa eftir kannski svona klukktíma. Ok, smá eftir. Ég er búin að vera endalaust að kíkja á símann minn bara. Ætla hún ekki að fara að senda eitthvað? Er hún ekki að fara að hringja? Hún var að senda SMS núna og var að segja að það tæki aðeins lengri tíma að hún ætla að láta mig vita leið að hún væri tilbúin og að hann væri algjört yndi. Það veit mér líða betur. Ég var alveg smá stressuð. Hvernig á það eftir að vera með barnið mitt þegar maður er að fara... Nei, ég veit það ekki. Mömmu Hjartdal.
Búsi. Ég vona hann verið sætur, ég vona hann gerir hann ekki skrítin. Finnst þess að ég hafa ekki sagt henni nógu vel hvað mér langaði. Ok, vinkona mín var að senda mér skilaboð og hún var að segja mér, Arna, passaði bara, þú veist, vertu bara undirbúin að bregða ekki þegar þú ert búin að sækja Bósa. Út af því að það gerist oft að hundurinn breytist svolítið mikið eftir fyrstu klippingu. Þannig að ég ætla að hlusta á hana og vera bara undirbúin ef hann er sköllóttur. Ég sagði samt að hann, ég vildi halda feldinum. Sköllóttur, hann er ekki með neitt hár. Grín. Hann hélt öllum feldinum heila. Hæ, vá, hvað ég er glöð. Hæ. Þú ert fallegur. Þú ert fallegur. Veistu hvað hún sagði? Nei. Hún hefur sjaldan séð jafn fínan hvolp með engar flækjur. Með jólaslaufu. Jólaskaufa. Þetta er svo krútleg. Það eru afgangar í kvöldmatinn. Við erum að borða pítsu með kóktelsósu. Okkur ekki. Jú. Glimtu þessu. Veistu hvað gott? Gekkja kóktel. Já, ég misti brúnkukremið. Allt í góðu. Og haldið að ég hafi ekki verið að kroppa. Veit maður ekki gera það en ég gera það svona. Hefur þú talað um myndavélina? Já. Það sést ekki. Ég er búin að setja mér brúnkukrem. Fyrstu þú veist. Heyrðu. Besta kombóð. Takk fyrir ástu mín. Býtu. Svo, heitir við bói. Heitir kanilsnúðar. Nom. Það er ég að pakka. Vá. Ok, spennt. Afmæli dag. Þín hafi ekki með afmæli, elskan. Sjáu þið hvað Tómas gaf mér í afmælisgjöf og hann fyllti töskuna af dóti sem við nú þegar áttum fyrir barnið. Þegar mér vantaði skiptitösku, hann sagði þú verður skvísa. Þetta er skvísu skiptitaska. Hversu geggjuð. Náttúrulega bara Andrea er náttúrulega bara geggjað og ekki nóg með það, þá gaf hann mér annað líka. Hvað með þetta hálsmenn? Og þetta er hérna litla stelpan okkar, segi ég að Tómas. Svo falleg gjöf. Hvað er ég heppin? Ég ætla að sýna ykkur meira. Svona rekk. Ég er búin að langa í þennan take-away kaffibólla svo lengi. Það er opna hann, sýna ykkur hann. Þetta er hérna Keep Cup, fín. Og svo er ég búin að fá mér svona, kaffihaldara. Þannig að ég get skellt þessu ofan í. Þannig að þegar ég fer út í göngutúrana mína á næsta ári. Og svo gaf Hrönn mér svo fallega gjöf. Sjáu þið. Þessu gjöf Hrönn út yndisleg. Þetta er þarna sem Guðrún Sortut var að gera í samstarfi með MyLetra. Ótrúlega fallegt. Ég mun svo sannarlega nota þetta. En ég er allan komin hingað aðeins upp í sófa og ætla að edita næsta framkvæmdamyndband. Veitu hvað hann fór að gera? Top Gun. Ég er mjög spennt. Ítta pásu. Var á ekki að hlæja þessu. Ok, það er hrikalegt, já. Ég höldum áfram. Vá, hvað er ungleifur. Jæja, þá er maður ready. Skegglausi minn. Arna. Hvað? Nú slakk veldin. Þessu er góður. Eld í sjónvarpinu, Arnald.
Góðan og blessaðan sunnudaginn. Ég er búin að eyða öllum morgninum að edita næsta framkvæmdamyndband og ég er bara að fara að posta því núna smá. En ég er líka að fara í svona rafrænt Zoom baby shower. Vinkona mín Kristín sem er rétt sko mánuð eftir mér, bara akkurat. Þannig að það er bara mánuður á milli okkar. Þannig að gæti verið 2 vikur á milli. Og við gætum meira sjátt bara á sama tíma sko. Við erum ótrúlega heppnar á okkur aðra. En já, ég ætla bara að reyna að logga mig inn á þetta Zoom. Ég er alltaf í vesinu með þetta Zoom. Ég skil ekkert í þessu. Þannig að ég ætla bara að gera það. Þá verðum við fyrirvara svo ég verði ekki eins og astni og kemst ekki inn. A few moments later. Já, þá er ég að fara að skella mér aðeins inn og ætla að kíkja á hana mömmu mína. Hún er að gera sörur, ætla að gera smá sörur með henni. Og ég er búin að posta myndbandinu. Ég ætla að drífa mig inn og knúsa Bósa, ég sakna hans ógeðslega mikið. Hei! Nei! Þetta fór að sína minn! Æ, nei! Þetta finnst þér fyndið. Þetta fannst þér fyndið. En mér líður smá þess að ég með ekki hlæja. Þú mátt hlæja. Þetta er bara... What the fuck? What the fuck? Holiday! Halda áfram. Heyrðu, nei takk, hann var ekki hvað. Mér langar ekki. Það er ekki segja, það er gott til þessu. Út af við fengum á pizza líka í gær. Jú. Nei, fyrradag. Og við erum ógeð. Lakið sem þeim varum með humar í. En hérna, já, við erum að fara að horfa á Holiday núna. Já, við horfum á hana á hverju ári og það er uppáhaldsjólmynd mín. Ég sé það, Tómas. Opnaðu. Við ætlum að fá okkur að borða núna og hérna, ég ætla bara að enda þetta myndband hér. Takk, heisan. Takk aðeins fyrir að horfa á þetta myndband. Ég vona þér að þið þóttu þetta skemmtilegt. Ekki gleyma að likea og kommenta ef þið er eitthvað fallegt að segja. Og ekki gleyma að subscribe og íta á bjölluna. Ef þú ítir á bjölluna þá farðu tilkynningu næst þegar ég posta. Takk fyrir að horfa, eigðu gott kvöld. Heydó!